Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Góður dagur í dag og kannski fyrir einhvern besti dagur lífsins, ég veit það ekki. Ég er ekki annar, ég er bara ég. Og er inn í þessum degi og getist ekkert annað. Og þú ert sömuleiðis með mér inn í þessum degi og gast heldur ekkert annað, eða ekki? Svona líður þetta nú hver dagur eftir öðrum og svo eru komin árin 70 og rúmlega það að baki og eða meira eða minna hvernig það er og við erum enn að stússast við þetta líf okkar. Og lífið er auðvitað misjafnt milli einstaklinga og sumir eiga Jesú í sínu hjarta, aðrir vilja ekkert með hann hafa. Þannig það er svona andstæðir pólar í þessu allir saman, hvernig sem við lítum á eitt og annað. En það eru á vissan áttu viðsjóverðir tímar í gangi og alls konar sem að við erum ekkert alveg átt okkur á hvernig fari. En þá maður líka spyrja hvenær hefur lífið á þessari jörð verið eitthvað öðruvísi. Þau verða aðdóa það að gerðust hér atburðir fyrir margt löngu sem heitir í sögunni syndafallið. Og syndafallið er nú afleiðingin af öllu þessu sem við verðum að glíma við og erum að horfast í augu við enn þann dag í dag. Það er nú þessi synd sem að við begla hér allt sem á að vera beint og tekst bærilega að ganga þannig frá málum og allt meir og minna byggt á lygi. Og hula dregin upp fyrir sannleika sem heitir Jesús, sem er frelsari heimsins og ekkert minna en það. Það er nú hlutverki hans hér á jörðu. Það er að birtast mér og þér sem frelsari heimsins og frelsari minn. Sem sagt, ég er einstaklingur og ég lýsi yfir frelsi í Jesú nafni, en ég get ekki tala fyrir þína hönd. Þú verður að segja þetta sjálfur og sjálf fyrir þig. En ég sem einstaklingur er hólpinn, ég tel mig ekkert vera hólpinn, ég er hólpinn. Og það er svolítill munur á því að telja einhvað eða vera viss eitthvað, ekki? Það sem þú ert með í hendi, það ertu viss Og ég er með frelsisverki Jesú í hendi og er því viss að ég er hólpinn manneskja. Og hef verið það alveg frá því að ég fyrst upplifði þetta kraftaverk sem heitir frelsisverki Jesú í mínu lífi. Já, frelsisverki Jesús opinberaðist heiminum á krossinum og í upprisu hans. En svo opinberaðist það mér líka sem einstaklingi þegar ég frelsaðist og áttaði mig á að væri nú fyrst og fremst til eitthvað sem héti Guð og ég væri raunverulega hólpinn manneskja og frá þeim tíma hef ég aldrei veiklast í því. Þannig að ég er endalaust þakklátur þessu verki sem Jesú vann á krossinum. Og hann gekk þetta líf á þess að gera flugum megin, má segja. En hann endaði nú samt, gaf sem sagt eða var myrtur í raun og veru. Þannig að þú sér að þú þarft ekki endilega að vera segur maður til að missa lífið á þessari jörð. Það var margir saklausi menn verið teknir af lífi fyrir akkurat engar sakir og þetta er ennþá að gerast. Og veistu af hverju? Það er til illska í heiminum. Og hún kann í raun og veru ekkert annað en að limlesta og fara illa með fólk. Og það er nú bara markmið hennar hér. Og
Og þetta valið sem við höfum, það að vera undir verndarvæng frelsarans eða undir afli hins. Og orðið segir sjálft að það sé hér til að stela, slátra og eyða. Og þetta allt saman að færast æ meira í vöxt vegna þess að guðleysið minnkar og þá hitt gefið rými til þess að auka vægi sitt. Þetta eru vogaskálar. Og við ráðum alveg sjálf hvernig þessar vogaskálar standa. Ég vil að Guðsaflið hafi meira vægi en þetta illa afl. En svo nú ekki að sjá að sé akkurat í þessum töluðum orðum og hefur aldrei verið frá því að þetta syndafall gerðist. Þannig að þessi heimur hann þekkir ekkit annað en það. Því að fyrstu 2 manneskjurnar sem voru hér á jörðinni og Biblían segir að þau hafi heita Adam og Eva, syndguðu. Og allt sem kom frá þeim var því syndugt, alveg svo ég og þú erum syndugt fólk þegar við fæðistum inn í þennan heim. Það er fyrir náð og miskunn drottins að okkur var fyrirgefin syndin, bæði mér og þér, þannig að allan heiður að því verki á Kristur einn. Ég kom þar hvergi nærri. Ég bara sat eins og ég sit núna árið 1989 og ég allt í einu uppgötaði það, ég heyrði það til Guð. Stærri þáttu þetta á ég nú ekki í verkinu. Ég sem sagt hólpin manneskja og hef allan rétt sem hólpni manneskju ber. Ég fullan aðganga Jesú, ég vendar varin af Jesú og ég á trú á Jesú og ég rækta mína trú á Jesú og gera það stolt manneskja. Og ég get alveg lofa þér því að ég ekkert að fara neitt. Og ég legg mig fram að þekkja Jesú betur í dag en ég var í gær. Og þetta verður ekkert frá mig tekið. Ekki svo að skilja einhver hafi reynt það, en það myndi hvort ég ekkert þýða. Þetta bara val sem að ég tók og hér ég að tjá mig Jesú og hvetja menn og konur til þess að koma til Jesú, sleppa tökjunum á þessum heimi sem hvort ég ekkert að gefa eitt eða neitt, en hann falskur fram í fingurgóma og við teljum okkur að hann geti gefið okkur eitt og annað. Hann gefur og svo rífur hann þetta af okkur aftur. Þannig að nú lægi þar. En Jesús gefur og þótt þú vildir skila því, þá held ég að myndi ekki taka við því. En hver vill skila gjöf sem besta gjöfin sem hann hefur hingað til fengið? En við erum oft að berjast við þessa gjöf að því við erum veiklunda fólk sem eigum í mesta basli við að skilja það besta sem er okkar og við vitum sem þekkjum Jesús að betra fáum við ekki en hann. En við getum verið að slást við þetta meir og minn all okkar ævi. Og hvers vegna er það? Að því að þakklætinu er svo oft áfátt hjá okkur og þakklætið sem er svona minna en meira veldur því að okkur gengur svo illa að sjá Jesú eins og hann er. Og nú erum við að tala bara við trúað fólk sem virkilega elskar Jesú, já og þekkir hann, já kannski bara mjög vel. Líka það er að slást við þetta í sjálfu sér, vill ég eða vill ég ekki. Þetta er baráttan við það að vera í þessum heimi og þessi barátta hún hættir aldrei. Og það er á vissan hátt mjög gott því að þú þarft alltaf að vera að takast á við þessa trú í þér sjálfum.
Og þú sem betur verður flestir enda nú þá baráttu með því að falla fram fyrir Jesús og biðja hann að fyrirgefa sér þessa vitleysu í sjálfum sér. Og Drottinn er góður Guð og hann veit svo sem af öllu þessari baráttu okkar og hann fyrirgefur okkur. En við rísum upp sem sagt úr þessari öskustó og erum því orðin aðeins styrkari eftir. Allt hefur þetta sinn jákvæða skilning, þar að segja þegar við tökum jákvætt á því og rétt á málum. Og viðurkennum ákveðna þætti, til að mynda þá, að við höfum oft verið í slagsmálum við friðarhöfðingjan okkar, lífgjafan okkar. Okkur hefur gengið erfiðlega að fylgja ráðum hans, en við elskum að fylgja þeim. Þetta er þessi togstreita í manninum, þetta haltu mér, slepptu mér dæmi. Og þetta er vinnan sem að fylgir okkur sem elskum Jesús, þar að vera á þessu stað öryggisins, því við erum örugg í faðmi Jesú. Og við erum líka örugg þó við séum að velkjast eitthvað í vafa hann. Hann er ekki mínar tilfinningar. Jesú er ekki mínar tilfinningarsveiflur sem eru svona í dag og eru svo morgun. Hann er bara klettur. Og þú getur séð hana klett í hvert skipti sem þú horfir þangað. Og þá sérðu klett sem hefur alltaf verið. Og Krist tróna á honum eins og hann hefur alltaf verið. Þannig hann er alveg öruggur. Og þetta er eitt af því sem við lærum með því að ganga veg trúarinnar, að Kristur er alveg öruggur. Hann er ekkit vandamálið. Ef eitthvað vandamál er þarna, þá er það vegna þess að ég er óstöðug manneskja. Ég er að láta alls konar trufla mig, ég er að láta alls konar sveifla mér til, og það þarf ákveðin vilja og vilja styrk til þess að láta þetta kraðak, upplýsingakraðak, allt framjá sér fara. Að láta þetta upplýsingavaðal komast yfir sig og kefja sig, hryggja sig, hræða sig og svo framvegis og framvegis. En þarna er heimur mjög upptekinn við þetta verk. Upptekinn, af hverju? Að því að menn leyfa þess að ganga yfir sig. Ég ræði sjálfur hvað virkar og hvað virkar ekki. Þannig að við þurfum að gæta okkur á því að það sem við erum að gera og segja, að það standist einfallega orðið. Þannig að við sjáum að við þurfum að vita skil á orðinu, það er engin spurning um það. Og margir eru mjög vel aðstir í orðinu og margir líka lifa þessu kristnu lífi fram í fingurgóma. Við megum ekki gera lítið úr þessu. Þetta er allt í gangi. En allt þetta fólk hefur alltaf þurft að slást við þessa trú sína. Af hverju? Að við erum bara fólk. Við viljum vel, svo sem, en gerum ekki alltaf það sem er rétt. Og þetta er staðreynd. Þetta vil segja mér það að þú getur ekki látið hjá líða að bara falla fram fyrir Jesú. Hann reisir þig upp í þeim styrk sem að, já, hann hefur og er. Og þú auðvitað fagnar því að hann reisir þig við og þú lyftir upp höndum í þakklæti. Þetta er gangurinn á trúarveginum. Hann er bara svona. Og við tökum okkur taki og festum dýpri rætur af því að taka okkur taki, takt eftir því. Þannig að ég sjálfur hef heilmikið það að segja hver trúar afstaða mín er og hversu djúpa ræturnar hafa farið. Allt er þetta í gegnum ákveðna erfiðleika og við jafnir hraðstafum fæturnar á sjálfum okkur, en leyft Drottni að reisa okkur úr fætur og við tekið afstöðu, ég ætla að fylgja Jesú, þrátt fyrir. Og hann segir mér að ég sé velkomin. Hann hafnar engum, aldrei,
Hann veit alveg hvað hann er með í höndunum. Hann er með þig og mig í höndunum. Hann veit alveg hvernig við erum. Hann veit öll þessi slagsmál sem að gilda innra með mér og þér. Þannig að hann horfir ekkert í það. En þegar þetta byrjar, þá er hann til taks til þess að segja mér, hei, þú ert frjálsvorin manneskja. Ég er þinn herra. Fylgdu mér. Og það enda nú alltaf þannig, hjá svona öllu vitiborðnu fólki, að það heldur áfram frá því sem horfið var. Og séu menn í eitthvað svona eitthvað niðurlúti núna vegna Krist, sem líklega kemur nú fyrir okkur öll eitthvað staðar á leiðinni, að þá er það tímabil sem að er leið fóður tímabil fyrir okkur. Það er að segja, ef við vinnum þetta þó rétt, og ég trúi því að hvernig sem ástandið á okkur er í dag, hvort sem efinn og allt saman er að hvolfast yfir okkur og við vitum ekki í hvort fótinn við eigum að stíga, þessi staði getur verið uppi. Þetta er svona, við kallum það þurrka tímabil, en við höfum gengið í gegnum okkar þurrka tímabil og við erum enn við þetta. Og talsvert öflugra fólk en við vorum þegar við blautir á bak við eyrun uppgötum, það er til Guð sem var fyrsta opinberunum okkar, allavega opinberunum mín. Hann bara blasti við mér og ég fekk hann mjög öflugt til mín. Þannig að ég hef aldrei veiklast neitt, efast neitt tilvist Jesú. Það hefur nú ekki verið mín barátta. En þetta hefur maður sveiflast til og ábyggilega ekkert minna heldur en þú og aðrir menn og konur. Þetta er bara það sem maður glímir við. Og þegar við erum á þessu stað og sjáum þetta svona, þá áttum við okkur líka á því hvers vegna Drottinn segir, ég mun ekki sleppa þér hendinni. Akkur er hann að segja þetta? Vegna allar þessara sveifla í okkur sjálfum. Hann þarf ekki að segja þetta fyrir sjálfan sig. Hann veit alveg hver hann er. Hann veit alveg hvað hann ætlar að gera. Ég þarf að heyra þetta og ég þarf að grípa til þessara hálmstróa þegar þetta er í gangi hjá mér. Og það er því miður allt og oft finnst mér sem að þetta er í gangi. En akkur er maður ennþá við þetta? Að því Jesú virkar. Jesús er það sem að ég þekki hann af. Þessi er ég enn við þetta. Það er ekki það gerst hjá mér í mínu trúalífi þar sem að ég raun og verið einhver efi þannig sé hefur komið upp. Hvers vegna er maður að þessu? Ég held að ég hef nú aldrei spurt mig þeirra spurningar. En ég veit að sumir gera það. Það er vegna þess að við erum ólíka manneskjur og við erum að glíma sitt hvora glímuna. Svo líka það að við teljum okkur stundum vera að gera bara harla gott verk. Við höfum lagt okkur svo mikið fram í Jesú nafni og ég er ekkert að efast neitt það, við höfum gert það. En svo finnst okkur allt einhvern veginn samt ekkert að ganga upp hjá okkur. Hvað er að gerast þarna? Ég sé ekkert annað en það að við höfum verið að líta á einhvað sem við erum kringum okkur röngum augum. Við höfum ekki verið að sjá einhvað með augum Jesú. Við höfum talið okkur verið að gera gott verk og það er svo sem enginn efast það. En einhvern veginn náði það ekki að byggja upp trúna í okkur og það verður alltaf að miðast til það sem við gerum að trúin sé að byggjast upp í okkur. Þetta allt saman lærist með tímanum og þetta gefur okkur miklu meiri vissum veru okkar á klettinum Jesú. Við göngum og þroskunstum í gegnum þessa erfiðleika okkar, hvort sem okkur líkar það betur að vera, þá er þetta bara staðan. Eftir á að hyggja, þá verður mann ósköp þakklátur fyrir það sem hefur reynt, gengið í gegnum og kannski var synd af þessu erfið. En hvað með það? Við erum hér enn. Við erum enn að lofa Guð. Við erum enn að tilbýða og tegna hann sem dó á krossi fyrir okkur. Þannig að þetta eru bara hringar á sér hjá okkur og einu stað þá vöknum við í þessu þakklæti.
Við erum óskum þakklátt fyrir það að Jesús bæði veita af þessu og skilur þetta og tekst á við verkin með okkur. Takk þetta því, hann er með þér í þessum verkum. Þannig að þú þarft ekki að segja honum neitt það hvernig þér líður. Hann veit það. Og hann staðfestir það með því að segja ég mun ekki sleppa þér hendina. Af hverju? Af þessu öllu sem við erum að gangi í gegnum. Frá degi til dags. Hefur ekkert í raun og veru með lengd trúarðinnar að gera. Nema því leyti til að þú sjálfur hefur vaxið í þinni trú en ert samt ennþá á þeim stað að þú ert að glíma við fullt af hlutum. Ég tel að þetta sé vegna þess að það þarf á eitthvað í mér og þér sjálfum, já, til þess að þetta viðhaldist. Það er engin lognmolla í Kristi. Sá sem heldur að það sé eitthvað lognmolla í Kristi, hann er ekki að skilja þetta rétt, en það munar fljótlega að sjá að það er engin lognmolla í Kristi. Við erum á þeim stað sem allir eru á. Við treystum ekki, við vantreystum jafnir fólkinu í kringum okkur. Þetta er allt í gangi. Af hverju? Og þeir náðu ekki enn að treysta Jesú. Þessna kemur allt hitt á eftir. Og þetta er glímuefnið. Og þetta segir við mig, Konráð, þú ert bara veiklunduð manneskja. Og þú getur nefnt þitt nafn og sagt, þú ert bara veiklunduð manneskja. Þetta er staðan, þetta er staðrendin. Og það viðurkenna þetta allir menn og allt fólk. Því að þeir sjá þetta bara á eigin skinni. Að afliði nú ekki meira en þetta þegar upp er staðið. En það skiptir engu máli. Þú heldur áfram að trúa á Jesú og þú heldur áfram stöðinni hjá Jesú. Af því hann er ekkert að fara neitt. Hann ætlar að vera með þér svo lengi sem þú lifir. Frá degi til dags. Hann vaknar á morgnana með þér. Hann sofnar á kvöldin með þér. Hann er allt í öllu hjá þér. Hann veit allar þína glímu, allar þína hugsanir, allar þína uppgjöf, allt. Akkur er hann að segja þetta? Til að uppörfa þig. Þú ert kannski á stað, þú ert kannski núna á stað einhvers uppgjafa hugsana. Akkur, hvað skeiði? Þér finnst alltaf að brugðist, allt hvað? Hvað brást? Það sem brást var það að þú varst ekki alltaf að sjá rétt myndin af því. Það brást. Þess vegna horfum við á Krist og hvað sérðu? Klettin. Sama. Og hefur alltaf verið. Þetta segir mér það, hættu að horfa á hégóman, líka hvað þig sjálfan varðar, og horfðu á Krist. Þá sérðu bara styrk. Þá sérðu bara kraft. Þá sérðu bara gleði, fögnuð og vilja til að gera verk Guðs áfram. Þarna eigum við að vera. En við vinnum okkur, það er nú einn akkilsarhællin hjá okkur, að við teljum okkur stundum að við getum unnið okkur svona eitthvað álit hjá drottni. Við leggjum mikið á okkur við eitt og annað, en svo verðum við ægilega skrítin í framan að þetta er ekkert að gefa okkur neitt ávöxt, þannig séð að okkur finnst. Og hvað er ávöxtur? Er ekki ávöxtur það sem drottin réttir að þér? Er það ekki ávöxturinn? Þannig að drottin umbunnar sínum og svo getum við líka horta á þetta með öðrum augum. Þú getur horta á, til dæmis nektarbúrið þitt. Og þú getur spurt sjálfa þig, hvenær hefur mig vantað til hnífsins og skeiðarinnar í Jesú nafni? Og ég er nokkuð viss það að þú segir aldrei. En þú vildir kannski fá eitthvað annað en þetta með. Og það er ekkert víst að það sé í hendi. Og það er heldur ekkert víst að það sé endilega vilji Guðs. Þannig að hann stendur við það sem hann hefur sagt. Hann mun skaffa vel. Hann mun sjá til þess að hamingjuhjólið þitt sé svolítið svona hátt uppi. En þú voru þá að vera í honum. Þetta býr allt í Kristi.
Þannig að við sjáum að við þurfum að temja okkur og venja okkur við að fara í orð Guðs, vera undir afli orðs Guðs og þá sjáum við Krist réttar, nákvæmlega hver hann er. Og það er styrkur hvers trúaðsmanns, það er að sjá Krist eins og hann er. Þannig að hugurinn okkar, yndislegur og allt það, hann er stundum að byggja upp ranga mynd af Kristi. Og við keyrum okkur út í verkum fyrir Krist, í Jesú nafni segjum við. En svo er það ekkert að virka. Samt gerist alls konar í kringum okkur sem að við reiknum ekkert með en við stöndum uppi með og hver þekkir ekki þessa sögu. Og þá hún stutt í gremjuboltan mig. Og hvað ætla ég að gera? Hætta þessu bara? Snúa bakinu í Drottinn? Og af hverju? Fyrir hvernig það? Ég get snúið baki hann ef ég vill. En fyrir hvern væri það? Ekki mig sjálfan, svo mikið ég viss. Og hvað er þá eftir? Ég verð bara að halda áfram. Ég verð bara að taka upp þráðinn þar sem ég sleppt honum og segja, Drotti, hér er ég vil starfa með þér áfram. Og við starfum áfram saman, eins og við höfum alltaf gert. Þróttið er kannski eitthvað nökur þarna á eitthvað stóra leiðinni. Og ég datt niður í gremju og eitthvað gremju þvælu einhverja. En Kristur horfir ekki það. Hann hvattiði alltaf til að koma. Komdu bara, við skulum halda áfram. Komdu bara, við skulum halda áfram. Á endanum horfði ég upp úr þessari depurð og ég hélt áfram með honum. Er þetta ekki sagan okkar? Og við sjáum að Kristur hefur ekkert breyst. Hann er ennþá það sem við þekktum hann af í byrjun. Hann hefur ekkert breyst. En ég fór að gera mér alls konar væntingar í eldmóði ungdómsins, má segja. Ég einu sinni voru ungi Kristi og við sáum kristnina öðrum augum en hún svo raunverulega blasti við okkur, kannski 30 árum seinna, þannig bara er þetta. En við höldum alltaf áfram. Af því við höfum alltaf séð Krist á krossinum og upprisin. Og við erum á leið í þessa upprisu hans. Og þessi dagur er uppi núna. Hvað ætlar hann að færa mér? Hann ætlar allavega að færa mér Jesú eina ferðina. Og er það ekki nóg? Fyrir mig og er það alveg nóg? Ég veit ekki með þig, þú ert ekki ég. Ég hef tamist við nægjusemi. Það verður nú að segja. Og ég hef tamist við það að kunna fara með lítið. Og ég hef líka þekking á því að kunna fara með meira. Og ég hef líka þekking á því að fara með allsnægtir. Og svo er það spurningin hvað eru allsnægtir. Er það 120 eða 220 fermetra einbýlishús? Eru það allsnægtir? Er það ægilega flottur jeppi á hlaðinu og ægilega stórt hús? Er það eitthvað allsnægtir? Kannski er það fyrir einhvern. En ég lofaði þér því, það er ekki það sem ég er að horfa á. Ekki svo að ég hafi fettin eitt fingur yfir 220 fermetra einbýlishúsi og ægilega flottum jeppa, menn mega eiga það þeir vilja. Já, allt til að eiga þetta, en þetta er ekkert markmið, ekki fyrir mig allavega. Markmið mitt er bara ósköp einfald. Mér langar til að þjóna Jesú í dag. Mér langar til að gera verkum að skil í dag. Og ég hef nú verið að nota þess að þætti mig til að tala um þetta. Þetta er ægilega skemmtilegt. Og þetta er aldeilis sköfugt. Og þetta eflir mína trú mjög mikið að þetta er staðurinn sem ég á að vera á. Í Jesú nafni, hver er þinn staður? Ég veit ekki hvort þú veitir hann, en hefur þú sinnt þínum stað? Þú svarar því. Þú dapur í dag, segjum það. Getur ástæðan verið svo að þú hefur ekki verið að sinna því verki sem að Drottinn hefur sett upp í hendurnar á þér. Er það mögulegt? Ég tel að það sé allt og algengt að menn séu þar. Menn vilja lifa og leika sér. Já, það er allt til að lifa og leika sér.
En við verðum að gera það í samræmi við vilja Guðs. Hann hindrar okkur ekkert í að lifa og leika okkur. Hann elskar að sjá okkur lifa og leika okkur. En hann vil líka að við gerum það þá samkvæmt því sem hann hefur lagt plan um. Lifa og leika sér í Guði er ekkert endilega það sama og lifa og leika sér í heiminum. Það sem böll eru og hávaði og drykja og allt það. Ég held að sé ekkert að býða okkur það, eða býðum að við séum neitt þar. Hann tekur okkur úr þessu umhverfi, því get ég lofað þér. Af hverju? Þetta er ekki staðurinn sem mun gefa þér neitt uppi staðið. Þess hann tekur hann úr því. Og hann setur þið þanga sem gefur þér allt í raun og veru sem þú ert að biðja um. Fyrst og fremst ætlar hann að gefa þér fögnuð hjartans. Og hann bara er hér og nú fögnuður hjartans. Og hann kemur að því þú ert að gera það sem Guð er að biðja þig um. Hver er kölluðin? Er ekki komið tími til að fara kannski að virkja hann aftur? Er það mögulegt að hún og vanræksla á henni sé ástæði þess að þú ert búin að vera svolítið döpur manneski allt of lengi? Hugsandi alls konar og orðið fyrir alls konar vonbrigðum og spurti ítrekka hvaða gagn var að því að þjóna Jesú? Ég segi, það er alltaf gagn að því og ég segi líka, þegar þú ert komin yfir þetta tímabil, minn kæri eða kæra, myndu sjá það að það var gagnið mesta í að þjóna Jesú. Ekkert annað, allt annað í hégómi. Og þjóna Jesú er nú svolítið vítt svið. Að þjóna Jesú er bara vera í honum hér og nú. Og þjóna Jesú er að vinna með höndum sínum í Jesú nafni. Hann er í öllu. Hann er allt í öllu. Og þetta er það sem við þurfum að vita. Að hann er allt í öllu og þú ert verkværi hans. Hann vil fá að nota þig sem sitt verkværi. Sem segir það, þú væni minn og vinur minn verður að beygja þig undir það sem ég er að tala um, segir Drottinn. Þetta er alltaf sama reglan í honum. Ég, segir Jesús, þarf að vera númer 1. Hvað er að vera með eitthvað númer 1? Fremsta öllu í sínu lífi. Það er að vera með eitthvað númer 1. Þannig að þegar við erum að árétta ýmislegt við okkur á mótni dag, hvað þetta varða, þá erum við að gera okkur sjálfum gott. Við erum að segja við sjálfum okkur sannleikan að í dag ætla mig að ég að vera á þessum stað að því ég vil að dagurum færi mér eitthvað í fang sem er gott. Og horfðu aftur í tíman og þú hefur unnið með þessum hætti og hafa ekki dagarnir verið bara harla góðir. Já, hjá mér allavega. Harla góðir. Hef ég alltaf séð það sem harla góða? Já, ég verð nú að viðurkenna það. Já, ég séð það nú yfirleitt sem harla góða. Þannig að ég er ekki neitt sérstakur flækjumeistari hvað þetta varðar. Maður lifir bara einföldu lífi. En þarf við þetta að hafa fyrir öllu sem er að gera. Og Drottinn sér sína og það hef ég reynt. Og ég er ekkert einn. Gera hann þetta við mig, mun að líka gera það fyrir þig. Akkur ert þú þá döpur manneski búin að vera það lengi? Akkur ég? Ég veit ekkert það geta verið svo margar ástæður fyrir því. En ég segi í Jesú nafni, hristu það af þér og komdu upp úr þessu og settu það á þann stað sem að allt var svo mikið líf í og þú á fullu í Jesú nafni að gera eitt og annað, vertu bara þar áfram. Hafur getað þá segir Drottinn, þá getur það líka núna. Bara ristu á fætur og byrjaðu. Ég skal sýna þér hver ég er, segir Drottinn. Akkur ekki að taka hann á orðinu. Akkur ekki að læra líka að tala inn í sig þrótt og kjark og þor. Akkur að leyfa einhverju mæðu að draga og soga allt úr sér. Það er í eðli mæðu að soga allan kraft úr okkur. Eftir þess setur manneskja
ekkert nema væl og vol í sínum huga. Hvern byggir það upp? Engan. Ekki þig sjálfan og ekkert í kringu þig. En þar eigum við einmitt að vera. Við eigum að byggja upp okkur sjálfa og allt í kringum okkur. Með því að til að mynda að segja bara sannleikan. Hann er sagna bestur. Í öllum málum er sannleikurinn sagna bestur. Stundum viljum við ekki heyra sannleikan. Það er rétt. En hann er samt sagna bestur. Líka á þeim stundum þegar við viljum ekkert heyra neitt nema bara klapp á kinnina og eitthvað strókur. Með hvaða máli skipta það er? Eina sem ég þarf er sannleikurinn. Það geta verið blíðu allótin til mín í dag. Það er sannleikurinn bara umbúðalaus. Það ekki? Stundum er það nú með þeim hætti. Þannig við erum að fá hvatningu í dag. Við fáum hana ekki í heiminum því að það er ekkert nema vol og væl. Ótti, yfir alls konar ókomnum hlutum. Skelfingin er út allt yfir einhverju sem mögulega hugsanlega kemur. Mögulega hugsanlega, hvað er það? Viltu útskýra það fyrir mig hvað það er? Ég veit það ekki. Ég veit eins og það er alls konar sem getur gerst. En hvað er ég með í hendi? Það sem ég er með í hendi, það hef ég í hendi. Og það er minn veruleiki. Ætla ég að láta hann duga? Eða ætla ég að vera með ímyndunarafli mitt svo lofti að bara hvert váið kemur yfir mig og eftir annað. Ég ræði þessu sjálfur. Ég segi, nei, ég vill ekki vera þar. Ég ætla að lifa í raunveruleika dagsins. Ég ætla að sjá hver raunveruleikin er. Og ég vil hafa hann í hendi. Raunveruleikin byrjar á því að ég tek við Jesú og ég leyfi honum að tala til mín sannleika. Að ég hef reynt hann af því aftur og aftur að hann talar sannleika. Líka við mig sem trúaðan mann. Og þannig höfum við starfað saman í þessi 35 ár sem ég er búin að vera trúið manneskja. Og hef ekki veiklast neitt í til dagsins í dag heldur eflst með hverjum degi. Þú getur líka verið þar. Þetta er engin einkaréttur minn. Þess vegna lifum við daginn í Kristi. Og svo allt í einu eru komið 35 ár. Hver dag fyrir sig tekin undir þetta. Og nú er enn eitt dagurinn. Og ég ætla bara að halda áfram að lofa Drottinn með þeim hætti sem að hann býður mér að gera. Og ég er með í hendi hans sjálfan, orð hans. Já, kærleika hans, líf hans. Þetta býr allt í mér. Og þú getur líka látið að búa í þér. En núna er deburðin að hindra hann í að koma stað. Látt hann að víkja til hliðar þessa deburð. Því hún er engum manni góð, hvorki mér eða þér. Og við getum alveg sloppið við að hafa hana hjá okkur. Við erum eitthvað að drattast með hana. En ég hef val. Ég vil Jesú. Ég vil gleði hans fögnuð og elsku. En þú voru að velja fyrir þig sama ef þú vilt það. Ég get ekki skikkað inn eitt í það, en ég get hvattið að þessu borði. Því ég veit að það reynist mönnum og konum vel. Og þar vill ég að þú sért. En þú velur. Alveg eins og ég vel að gera þetta, þá velur þú kannski að gera eitthvað allt annað. Og ef ekkert breytist hjá þér, þá verðið þið miður að hryggja þig með því að þessi uppgjafi hugur hjá þér, hann heldur bara áfram. Og þú heldur áfram að spyrja þig spurninga að til hvers var þetta allt saman? Og hvað er eldurinn sem var fyrir 10 árum? Segjum það. Fáðu hann bara aftur. Og byrjaðu aftur. Kristur er að bjóða þér þetta. Þetta er hans hlutverk. Það er að fá menn aftur á stað. Þó þeir hafi stoppað stund. Það hefur líklega komið fyrir okkur öll að við höfum stoppað stund. En það er ekki öll von úti enn.
Kristur er hinn sami. Við þurfum bara að sjá hann sem er þennan sama einstakling og hann hefur alltaf verið. Og viti menn, einn daginn þá mun það ljúkast upp, jú, hann er sami. Í Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð og Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.